sem við ætlum að fara yfir í dag sem sagt, er GraphQL sem við vorum að vinna í seinustu viku og nota það sem innganga verkefni 6 og í raun gefa ykkur bara þannig grunn sem þið þurfið til þess að tengjast. En það eru nokkru núansar í þessu og við ætlum að nota þetta Prismic sem er bara eitt af þessum tólum sem er hægt að nota til þess að gera þetta, en með því ásamt í raun React og Next og að geta hýst þetta einhvers staðar, þá eru þið komið með þessi tól sem að ég myndi segja myndi leyfa ykkur að búa til vefverkefni sem að er í raun bara á pari við svona það sem gengur og gerist hérna á Íslandi og í hinum stærra heimi, sem er þá að við erum með einhverja vefþjónustu sem við getum hugsanlega búið til sem að gera þá einhverja flóknari virkni, vist eitthvað í gagnagrunna, aðskilja virknin okkar einhver leiti frá vefnum okkar. Við erum með vef framöndan okkar sem að getur þá verið með í þessu frameworki sem leyfir okkur að vera með svona stateful parta og við getum aðskilið og brotið þetta upp þannig að við getum í raun unnið verkefnin á mjög skemmtilegan og svona produktívan máta. Og síðan höfum við kynnst einhverju svona tóli sem er svona þannig að við getum unnið með eitthvað efni, eitthvað sem einhver annar en við, einhver sem er að vinna með sé að vinna með. Og þessi uppbygging er í raun bara eins og svo sem ég vinn við dagstaglega, þannig að þetta er eiginlega þannig, þetta er bara svona búið að skafa þessu fullt af einhverju svona auka dæmi og einhverju svona einfalda þetta náttúrulega, en í grófum dráttum er þetta eins. Þannig að við skoðum aðeins það sem við erum að vinna með í seinasta tíma. Þá var ég með þetta hérna og svo er ég með hérna fyrir verkefni 6 sem við skoðum aðeins bara á eftir. En við vorum að skoða þetta að vera með eitthvað kerfi þar sem að við getum í raun búið til einhverja svona content model og þetta content model getur ríma við hönnunina eða getur ríma við gagnaskema eða það sem við erum að búa til, það sem við erum með eitthvað sem við vitum að við erum með einhverjar einingar og þetta svona er svona frændsystkini hérna þessa skilgreina gagnamódel eða að setja upp töflustruktúr í Postgres eins og við hefum gert eða bara í gagnagrunnum yfir höfuð og krefst þess af okkur að hugsa svolítið til enda hvað við erum að gera. Hvað þurfum við til að uppfylla þær kröfur sem við höfum í verkefni sem við erum að vinna, hvort sem það er að hafa einhverjar hérna eins og við vorum einhverjar persónur sem við vildum geta tengt við, einhverjar fréttir sem að geta tengst þessum persónum, einhverjar síður og eitthvað svona. Og þannig er í raun hægt að búa til frekar svona flókin content relationship að því að við getum í raun, þetta er bara graf sem við erum að vinna með og við getum í raun bara tengt það eins og svo slíkt, við getum tengt allar einingar við allar einingar. Það sem að þetta tól gerir ekki fyrir okkur er síðan í raun að reyna að leyfa einhverjum að skrifa inn sem er ekki gegnum þetta viðmót. Þannig að þetta er ekki tól sem við myndum nota til þess að búa til einhver kontaktform eða skráningu eða vefverslun eða eitthvað svoleiðis. Þó við getum notað þetta með einhverju öðru til þess að reyna að búa til eitthvað. Þannig að við getum verið með eitthvað vefverslunarkerfi sem er í einhver staðar, er með einhverja vefþjónustur, hugsanlega í Navision eða einhverju svona sem er kannski svolítið erfitt að skrá gögn í, erfitt að upplota vídeóm, erfitt að búa til eitthvað svona sem að lyftir vörunum upp eða svona gefur meiri upplýsingar. Ég get bara skráð titil og 20 stafi af einhverju og verð, en þá getum við notað þarna og tengt eitthvað saman til þess að reyna að gefa einhverju svona leið til þess að enhansa hlutina. Og þá er það bara, hvernig erum við að vinna verkefnið, erum við bara að reyna að redda einhverju, þá þurfum við svolítið bara að vera að redda því, vera í hlutverki hönnuðar, verkefnastjóra, forritara. Erum við að vinna í einhverju teymi, erum við þá að vinna með einhverjum hönnuði kannski sem er þá að hjálpa að býr til einhverju hönnun í Figma, þar sem við brjótum þetta niður, þá kallast það eins og við skoðum hérna með Storybook í hérna Stafrænt Ísland verkefninu, þar sem þetta er í raun unnið svolítið þannig. Þar er í raun einhver kröfulýsing sem kemur inn, það er einhver hönnun sem á sér stað, það er síðan einhver greining, tæknileg greining á því hvað hönnunin þarf. Hún þarf að geta geymt þessar upplýsingar, hún þarf að geta tengst þessu kerfi, þess að geta birt einhverjar ákveðnar upplýsingar. Og eins og fyrir ytri vefinn þar eru öll gögnin í svipari þjónustu sem heitir Contentful, sem er líka með svona GraphQL API og leyfið er í raun að hérna búa til svona upplýsingar. Ég veit ekki alveg, hérna erum við með eitthvað
þannig hérna þetta þú segir, þú getur tengt alls konar við þetta og við getum bara skaffað þér gögnum og þú já þessi þjónustu sem í raun að hugsa svona þetta headless CMS pæling þar sem þú ert í raun bara með þjónustu sem leyfir þér að búa til eitthvað gagnamódel eitthvað sem síðan hægt að búa til instans af einhverjum gögnum sem síðan hægt að birta og þetta náttúrulega svona sjálf sér einföld hugmynd nema að það fullt á svona vesenni í kringum hana. Þannig að þá sjáum við hérna, Gatsby í raun eins og Next að því leyti að það leyfir ykkur að búa til svona statíska vefi þar sem við bara purum út einhverju HTML, CSS og JavaScript og hratt og örugt, bara ekkert mál. Það sem ólíkt við Next og Gatsby að Gatsby er með GraphQL sem svona first class citizen, þannig að allt sem þú gerir þarf að húka inn í svona internal GraphQL API í Gatsby. Þannig að í staðinn fyrir það að vera með í Node þar sem við erum í Next þar sem við erum með eitthvað svona get server-side props, get static props og við skilum einhverjum object eða eitthvað svoleiðis, þá er maður í staðinn að skilgreina hvernig maður tengir þetta og svo notar maður GraphQL query alls þar sem við viljum sækja gögnin. Svo segir það með GraphQL og það með JavaScript og svo það með Next.js. Þannig að þetta í raun bara mjög svipaðir hluti sem við erum að tala hana. Og svo aðra svona þjónustur úti, ég held ég að nefnt eitthvað í seinustu viku, en hér kom öll gögnin, allt sem hérna, kemur allt úr Contentful, þannig að en á svipaðan máta. Það allt tekið, það allt skrifað inn í Contentful, það taggað, það sett í rétta flokka, það sett eitthvað, hvernig tengist þetta inn í hér og eitthvað svona, búið til allt saman content model sem síðan bara konsúmað í gegnum eitthvað sem var forritað og síðan byrt á vefnum. Og þarna þetta sama að það í raun hægt að fara hérna og fá öll gögnin á ensku og þá þetta í raun bara sama stakið hérna, live event in moving eða flutningur og hann í raun bara sama einingin bara á íslensku og ensku. Og þetta svona, já, bara undirstrika aðeins þetta sem við fórum yfir í seinustu viku að þetta verður með þetta hauslausa þýðir að við erum ekki bundin af því að vera í sama umhverfi, forritunarumhverfi og einhver bakendi. Þannig að WordPress krefur okkur að vera í PHP nema við slítum við sundur og notaðum sem headless sem alveg hægt. Sem mjög skemmtilegt af því að þá getum við einblínt á ákveðin svona sérstaklega part af verkefninu. Við getum einblínt á það að vera bara með geggjaða hönnun sem með geggjum animationum og einhverju svona skemmtilegu interaktionum og eitthvað svona. En við getum á sama tíma líka tengta við einhverju svona flóknari APIs af því að við höfum í raun öll tólin sem við þurfum. Og það svona mín filosófía í þessum verkefnum sem ég vil takast á við bara veljum alltaf bara bestu verkefnin, tólin sem við höfum fyrir verkefnin sem við erum að vinna. Ekki láta tólin stýra því hvernig við vinnum verkefnið okkar. En þá samt festist maður svolítið í, maður lærir vel inn og eitthvað og þá verður það alltaf það sem maður grípur í einhvern veginn. En möguleikin til staðar. Það sem við vorum að gera með þetta var í raun að skoða hvernig við tengjumst síðan þessu sem með GraphQL. Og þá vorum við með þessa query þar sem við vorum að hugsa hvernig sæki ég einhverja staka einingu og síðan hvernig sæki ég þá margar einingar eða hvernig virkar þetta. Og þetta GraphQL hugsað til þess í raun að leysa þessi mál með REST sem þið hafa kannski lent í, sem svona þetta overfetching eða underfetching sem getur átt sér stað. Við erum búin að skilgreina rosalega fína REST þjónustu. Þú kallar í _news til þess að fá upplýsingar allar fréttirnar og síðan ertu þar með einhvern author og þá ertu með eitthvað ID og þá þarf ég að fara að kalla í authors þjónustuna með ID-inu til þess að fá authorinn og þá fæ ég í raun allar upplýsingar authorinn. Hugsaðlega líka allar greinandi sem skrifa eða eitthvað svona. Það svona ef við byrjum að hugsa REST bara sem það að expósa resursa þá það svolítið þannig. Síðan þegar maður búinn að gera það, kemst það ég að fá allt of mikið hérna, getum við
embeddað í artiklunum líka author name eða eitthvað svona, og þá var maður svona einhvern veginn author og author name og eitthvað svona komið út úr einhver joini hugsanlega eða eitthvað svona og þá einhver tímapunkti svona hætti það mega sens, já ok, author, og svo getur author, hann getur líka verið með deild, og deildin getur átt sér nafn og deildin getur átt sér e-mail, og ég vil líka geta birt hérna hliðina á þeim sem skrifa þessa grein hérna, þetta er Óli úr forritunardeildinni og ef þú vilt hafa samband við hana þá sendur tölvupóst hingað. Þannig að þú veist, útlitið sem við erum að vinna með krefur okkur mjög nákvæm gögn, en gögnin passa ekkert endilega saman við gagnamódelin sem við erum búin að búa til. Þannig að það sem við getum þá gert hérna er í raun að pikka út nákvæmlega það sem við viljum. Við viljum nákvæmlega bara nafnið og þá getum við bara sleppt öllu hinu. Og það sem gerist á bak við tjöldin er að hérna við erum með ég ætla ekki að vera þetta ekki hérna að við erum með þessi query og þessi query er útfærð í þessu GraphQL query language GraphQL query language sem er hugsað með það að, að þetta sé nákvæmlega svona og síðan að bak við þetta er útfærsla sem að resolvar queryið í gögn. Þannig að þegar það er beðið einhver nákvæm gögn á einhverju að þá eru þau tengd við eitthvað datasource sem getur verið Postgres grunnur eða bara eitthvað þarna bak við okkur sama, en við fáum þessa resolvera og þeir kunna resolva user eða hero eða episode eða hvað sem við erum með í þessum gögnum, og okkur sem erum að nota þetta er eiginlega alveg sama. Við erum bara að segja, við erum bara að querya gögnin og hvernig þetta er útfært á baka tjöldin er í raun bara implementation detail. Þarna getum við samt lent í því að svona lélegar implementationir, þar sem ég er að biðja hérna author og deildina hans og þetta geti endað í svona n+1 queryum bara út allt. Bara allt takir ógeðslega langan tíma, allt sé að leita öllu, og það er svona þegar maður byrjar að útfæra svona GraphQL þjóna sem er eitthvað sem að skilja eftir sem æfingu fyrir ykkur bara, en er þannig að þá þarf maður að hugsa hvernig ætla ég að vera að kassa á milli eitthvað, ef ég er að sækja hvað er, og það er alls konar í því, og það er svona þegar maður er að vinna með þetta þá er hérna Apollo er svona bæði client og server, þar sem við getum í raun búið bæði til fengið client til þess að vera með þá aðeins meiri stjórn yfir því sem við erum að gera þegar við erum að kalla í client í GraphQL API-in, eða til þess að búa til okkar eigin API lag. Þannig að þetta er þá svona eins og Express en til þess að búa til GraphQL vefþjónustur. Og þetta er bara mjög fínt. Þetta er með clienta sem virka á í React og JavaScript, virka í React Native og einhverjum fleiri stöðum, og í raun síðan leiði fyrir okkur þess að búa til hérna serverinn. Og þá er það hérna query resolvers, þannig þá er þetta hvernig við resolvum og sækjum gögnin, og þá er hérna farið yfir að þetta er alltaf eitthvað svona ákveðið sem við erum að sækja, og þetta er í raun bara verið að compose einhver föll sem taka einhver parent, þannig að það er verið að sækja þetta í gegnum eitthvað news, þá veit ég það, er ég þá að gera eitthvað annað, það er einhver argument sem er að koma inn, það er eitthvað kontekst í kringu það hvernig ég kallaði þetta, og svo eitthvað info sem getur verið, eitthvað used only in advanced cases. Og síðan erum við með einhverja svona top level resolvera, og síðan erum við með í raun resolvera undir því sem við getum tengt þetta allt saman, og svo þarf að víra þetta allt saman. En það sem að í raun gerist, og þetta krefur okkur þegar við erum að búa þetta til, er í raun að við erum að setja típur alls staðar. Við erum að segja alls staðar það sem er eitthvað gott, og erum að segja af hvaða típum þau eru. Og það er bara endanlegur tæmandi listi af svona primitífum, og svo getum við búið til svona komplex típur með því að safna þeim saman í einhver objekta og svo expose við þá. Og það gerir það verkum að þegar við erum með eitthvað svona GraphQL API, að þá getum við fengið svona sjálfdokumenterandi API sem að exposar öllu því sem er í boði. Þannig að fyrir þetta sem við erum búin að búa til núna í þessu repoi hérna, Prismic, þá erum við búið að búa til á einhvern hátt bak við tjöldin
GraphQL API sem exposar öllu þessu og þar með í raun öllum þessum típum sem við erum að bjóða upp á. Þá erum við hérna með þetta page type og þá það með bara 2 hluti núna. Það með þetta UID sem í raun það sem að gera verkum að þetta sé stak sem hægt að sækja eitt og sér og svo það bara með þetta lang en svo erum við með hérna fyrir news. Já, þetta í raun argumentin sem kom inn, þannig að þetta það sem við förum inn hérna. Svo erum við með típuna sjálf hér og þá erum við í raun með þessa okkar skilgreindu hluti hér og hér erum við síðan með eitthvað authors og það í raun vísun og þá hérna bracket utan með þetta sem þýðir þá að þetta fylki sem af einhverju sem verður að vera til skilgreint. Það upphrópunarmerki hérna af vísunum yfir í einhvern author og þá það linkable og þá getur það verið person og þá það aftur komin einhver tenging hérna og svo getur þetta náttúrulega verið að vísa í sjálft sig og við fáum svona graf út úr þessu öllu saman. Síðan eru leiðir til þess að biðja eitthvað ákveði hérna, þannig við getum sendt inn argument inn í það sem við erum að biðja og síðan þegar við erum að sækja eitthvað sem í raun collection og þá getum við kallaði það hérna og þá fáum við þessar edges, við fáum eitthvað sem heitir node og þar fáum við síðan eitthvað stag. Já, það er viljandi. Það er reynt að búa til fleirtölu með því að skeita bara S fyrir aftan en það er ekkert aðtúa hvort það sé S þar fyrir nú það eða ekki sko. Sjá, hún er eitthvað hvart yfir invalid input on person name all names expected fragment name já, hún gerir svona þannig út af því að ég byrjaði þá var hann að gera ráð fyrir ég myndi skrifa eitthvað inn eins og eitthvað af þessu hérna en ef við tökum þetta út og þetta skoðum hérna þá fáum við í raun öll stökin en ef við förum þá hérna inn og við búum til annar stak sem heitir test og vistum og gefum það út og annar stak og sama förum aftur hérna og keyrum þetta aftur þá fáum við þessar 3 fréttir okkar þarna eru við komin með þetta sama og við vorum að lenda í með vefþjónustum þar að ok, fínt, 3 stök, ekkert mál það svarast bara fínt hvað ég með 300, hvað gerir ég þá og þá er inn í þessu og er svona tilgreint í þessum documentation fyrir GraphQL, það er ekki beitt í staðlinum, það er svona sagt svona recommendation í implementationum að það sé hægt að senda með svona staðlan hlut sem heitir page info sem segir okkur þá hvar við erum stödd og þá getum við sótt þetta hérna og þá sjáum við þetta öll stökin og við getum líka að séð það hérna með því að segja total count þá sjáum við það eru bara 3 stök og við höfum í raun enga næstu síðu og enga fyrir síðu en síðan getum við stýrt í raun því sem við erum að fá inn hérna og þá getum við farið og skoðað í raun hvað er í boði hérna og þá getum við verið að segja aftur skrítin heiti sjálfkrafa búin til þá getum við ákveðið eftir hverju vera sortera þetta, þannig að við getum sortera þetta í raun eftir dagsetningunni þannig að við getum sagt þetta er að koma í descending dagsetningaröð sem þýðir þá í raun seinast með seinustu dagsetningunni hérna þannig að þetta hérna er núna í dag og þá kemur þetta fyrst þannig að við erum að raða þessu í eitthvað svona nýjustu fréttir við getum sagt hversu mörg stök viljum við og þá er það heitir það first þannig að með því að segja first 1 þá segjum við út frá þessari röðun geði mér fyrsta stakið síðan getum við tilgreint tungumálið tagging í þessu eitthvað ID þannig að við getum með lista einhverju en síðan getum við sagt before eða after og þá kemur í raun þetta að við erum með start cursor og end cursor hérna og þá er þetta þannig að
það er ekki útfært með svona paging eins og við séum, þar sem er ekki sagt hérna gefðu mér 10 stykki, offsetaðu 10 stykki og fá það þannig 11. til 20. stak, heldur þetta þannig að það er sagt gefðu mér x stök frá og með þessum hérna cursor, og þá er cursorinn eins og við horfum bara á þetta er eitthvað sem að trakkar í raun færslan sem við erum á, segir hérna er einhver ákveðin færsla sem ég sá seinast, ég vil fá allar eftir henni, og þá er raun cursor based paging er frekar notað í einhverju það sem er mikil hreyfing á gögnunum. Við getum ímyndað okkur og við varum að skoða logg og við varum að skoða logg þar sem að væri bætast við hann 10 nýjar færslur á sekundu fresti og við varum að reyna að skrolla niður og ef við varum alltaf að offsetta hérna frá 0 upp í 10, svo var ég búinn að skoða, ég myndi í þetta næstu, þá var ég bara að sjá í raun nýjustu 10 sem var komnar inn síðan ég byrjaði að skoða. Heldur var ég ekki að skoða frá með þeirri sem ég sá seinast. En með því að nota cursor based þá get ég segja í raun, ég fæ þetta set, seinasti itemið með einhvern nákvæðin cursor sem er bara unique identifier. Og með því að segja mér gefðu mig 10 á eftir honum, þá helst ég í raun réttur óháð því hvað er búið að bætast við síðan ég byrjaði. Þannig að þetta er svona fyrir það sem er mikið af gögnum sem eru komin. Og það þýðir þá að í staðinn fyrir að segja þetta, gefðu mér 10 frá 10, þá segir ég gefðu mér n frá og með þessum cursor. Þannig þá get ég sagt hérna, end cursorinn er einhver ákveðin, og hann er sami og start cursorinn, því það er bara eitt stak, þannig að hann bara bendir á sama stakið. Og þá get ég sagt gefðu mér allt á undan honum, og þá er það hann sjálfur, af því það er ekkert annað, en ef við gefum eftir honum þá fæ ég næstu í röðinni. Og síðan fyrir hvert stak sem ég er að sækja, þá get ég líka séð hver er cursorinn á stakinu sem ég er að horfa á. Þannig að með þessu þá er þetta að útfæra svona bara síðuflettingu, hvort sem að það er í raun að vita hvað við erum að fara að sýna margar síður, þá getum við bara að horta á hvað erum við að biðja margar versus hvað er total count, þá getum við búið til einhvern síðugaur og við getum þá vísað í út frá cursornum hvar við erum að enda og ég held að þessi 20 eða 30 hérna þar sem við byrjum að lenda í sko, þú veist, við fáum ekki meira, þannig að við verðum alltaf að fá þá, þú veist, við verðum eftir 20. stakið verðum við að útfæra paging til þess að geta byrt meira. Og þá sjáum við hérna, þú veist, út af því að ég er í miðju stakinu af þessum þremur, þá er ég bæðið með næstu síðu og fyrir síðu, þannig að við fáum út af þessu þær upplýsingar sem við þurfum til þess að svara þessu. Síðan eru svona hlutir sem er hægt að skoða, það er til dæmis hægt að fara í full text delete, þar sem ég get sendt inn bara eitthvað, eða eitthvað sem er svipað, eða eitthvað svona skilyrði, þar sem ég get sagt fyrir ákveðna hluti, eitthvað ákveðið, þannig ég get sagt, þú veist, þar sem það er, þessi er höfundur, þannig getum við útfært svona einhver view ofan á gögnin okkar sem við erum með hana. En síðan er þetta í raun þannig að við erum að vinna alltaf með þessi stök síðan, þannig að þú veist, það eru gögnin sem okkur langar til að birta, það er það sem er spennandi og þá getum við verið með að þetta er það sem að við viljum birta on person, að þetta er það sem við viljum fá hérna bæði til að búa til yfirlitslistan yfir fréttirnar okkar og síðan vísar þetta yfir á einhverja ákveðna frétt, þannig að þá þurfum við líka hérna ná í þetta UID sem er þetta sem að gefur okkur þá slug, þá fáum við það hérna, þannig að þetta er þá sluggi sem við þurfum að nota, við viljum að sækja nákvæmlega þetta stak og svo ef við verum þá með hérna annað query þar sem við verum að sækja eftir einhverju ákveðnu UID eitthvað, eftir einhverju ákveðnu tungumáli, þá viljum við fá þetta og svo viljum við fá aftur einhver gögn. Þannig núna baði ég hérna eitthvað og ég fekk bara 0 af því að þetta er ekki til, þetta er bara sama, ég hafði sett bara eitthvað sem er ekki neitt hérna. Þannig veitum við, 0 er bara, það er engin gögn, þannig við fáum ekki tilbaka. En ef við setjum eitthvað sem að sannlega er til, þá fáum við það hérna og fáum þá þetta stak. Og þá ef við viljum síðan fá allt þetta hérna, þá þurfum við ekki að tvítaka okkur. Við getum tekið þetta og sagt hérna person eða news, sama hérna
og getur þá búið til eitthvað sem kallað fragment sem að segir þá á einhverju ákveðnu típu búðu til eitthvað fragment sem safnar þá saman þessum gögnum sem að ég vil sækja það og þá get ég í raun tekið það út hérna og við erum bara búin að búa til eitthvað svona mixin þannig séð sem að setja þetta þá hérna inn og þá get ég sótt sömu gögnin í mismunandi kontekstum fyrir þetta. Síðan get ég búið til utanum þetta, get ég búið til hérna query, þá það bara svo búið til fall og þá get ég sagt hérna það einhver ákveðnar breytur sem þarf að koma inn í það. Þá get ég sagt að UID á að koma inn í það, þá á að vera strengur nákvæmlega og hann á að vera krafist, þá setjum ég upphrópunarmerki og núna ef ég set hérna þá hérna GraphQL frekar strangt á það að við séum ekki að nota, við séum ekki að innkvotera hluti sem við erum ekki að nota. Þannig ef við erum ekki að nota fragment eða erum ekki að nota einhver argument þá bara vill GraphQL ekki sjá það. Þannig að bara út með það. Þannig að við ætlum að nota þetta hérna og færa þetta yfir í að þetta sé eitthvað sem við getum nota þá til þess að biðja alls konar hluti. Þá bara vísum við það með dollarmerki hér og þá fáum við hérna þetta verður að vera með eitthvað value af því það með string upphrópunarmerki en það undefined. Þannig að við fáum villu. Þá getum við hérna sendt með queryun okkar einhverjar breytur. Þannig að núna sendi ég með þetta og það fer bara inn í þetta og við erum bara komið með svona abstraction sem að föll gefa okkur. Þannig að með því að gera þetta þá er ég komið með leið til þess að biðja einhverjar fréttir eftir því hvað hvort það ákveðið margar fréttir, við getum sagt hérna after væri líka breyta, þá getur Dynamist verið að sækja þetta. En nú er alltaf komið eitthvað query sem væri áhugavert að setja inn í Next.js project til þess að geta þá tekið þessi gögn hérna og birt þau á vefnum okkar. Þannig að þá getum við bara tekið þetta query okkar hérna og við getum farið inn í hérna og hérna með smá heimabaka sem að fara yfir á eftir en ég að spá í að ekki bara keyra upp nýjan gaur hérna svona bara búum þetta til kvöldum það bara eftir þetta á hann keyrum þetta inn tökum þetta með okkur hérna kvöldum bara hérna API þar sem við ætlum að vera með API tengingun okkar komum það bara Prismic hérna fyrstum við þetta bili þá erum við bara með alveg basic dæmi hérna, bara með einhverja indexu hérna sem við viljum þá gera hér að skipta þessu út fyrir eitthvað sem sýnir okkur frétta yfirlitið okkar og svo ætlum við að vera með hérna eitthvað sem sýnir okkur staka frétt þannig að þá viljum við fá hérna export function get server side sjá fyrir með því eins og við endum seinast eða náttúrulega bara betur að vera með þetta hérna já, þetta til hérna sem kannski ekki staðarinn sem ég ætla að setja þetta allt í lagi ég eins hvað settum við hvað seti ég þetta ok, finnum þetta það hérna svona
Já, ég er bara ekki einu sinni committar einu að viti þarna. Það er alveg frábært hérna. Herru, tökum okkur 10 mínútur pásu og myndum finna út úr þessu rugli hjá mér. Og skoðum svo hvernig við hvernig við tengjum þetta saman.